Jæja, góðir áheyrendur, velkomnir í 81. þáttin af sjónvarpslausum fimmtudögum. Það er fimmtudagskvöld, umræðu útlendingamál, dómsmálaráðherra, semst annar umræðu er svona það bil að ljúka. Mér sýnist ráðherran vera í lokaræðu sinni og það er enginn á mælendaskrá þannig að þetta er svona það bil að klárast. Þetta var nú svona styttri umræða heldur en að kannski margir bjuggust við að er í rauninni annar umræðu þetta mál. Ertu ekki sammála því, Sigmundur? Jú, og merkilegt að þeir eru búin að vera svo logandi hrættir við að koma með málið inn. Þingið er vott af við að píratarnir tækið illa eða eru til vandræðin. Það er nú verið bara mjög takmarkað. Þannig að þetta vantanlega klárast sem er ágætt en þetta leysir ekki málið. Nei, en það er bara fínt, þetta er enn eitt svona, þetta er eitt af þessum skrefum en það er nú auðvitað, það sem að þarf að gerast og blasir auðvitað við er að það þarf að skrifa ný heildarlög varðandi útlendingana, henda þessum Það dugar ekkert annað. já, ég held að sko þessir endalösu plástrar og þau eru meira svo meðvituð að þetta dugar ekki, að dómsmálaráðherra er nú þegar búin að flagga því og hann ætla að leggja fram sko nýtt svona plástursfrumvarp í haust. Þannig að þetta er ráðherrann og ríkisstjórnin, þeir sem yfir höfuð skilja eitthvað í hvað þessi mál varðar, vita alveg að þetta dugar ekki og þess vegna kom mér svona leiðilega óvart þegar þau sko tóku út tvær, þrjár breytingar sem voru til bóta frá því að þau kynntu máli í samráðsgátt þangað til þau Já, lögðu það fram. Og við erum nú að leggja fram núna breytingartillögu þannig að þingheimur fær tækifæri til að greiða atkvæðum þessi tilteknu atriði en það verður nú væntanlega bara fellt. ja, sko, við gefumst ekki upp á því að reyna að hjálpa þeim. Þannig að þessar breytingartillögur snúast um það að setja inn aftur það sem að þau gáfust upp á sjálf að eigin frumkvæði. Eh, og vonandi hafa þau séð í dag að það er engin ástæða til að vera hrættur. Það er hægt að klára þetta almennilega. Ekki það að þó að breytingartillögurnar okkar verði settar þannig inn, þá er það ekkert lausn á málinu eins og þú segir, það dugur ekkert annað en bara ný útlendingalög. En það sem að vakti sérstaka athygli mína í dag var að Samfylkingin fór gegn málinu í rauninni. Já, það voru örugglega ekki skilaboðin sem þau vonuðust til að færi í loftið. Nei, maður veit ekki alveg hvar maður hefur Samfylkinguna eftir yfirlýsingar Kristrúnar daginn sem að gáði til kynna að flokkurinn væri nú svona að ná áttum að einhverju leyti í málaflokknum. Þá er bara farið að tala um skort á mannúð og andstöðu við meginatriði þessa frumvarps. Ég sett að segja að var bara mjög hissa að hlusta á Kristrúnu tala um þetta í dag. Já, þetta er svona, það er alltaf hætta þegar er verið að skipta kúrs en svona menn vilja ekki stuða þá sem að enn halda gömlu trúnni og það er svona sennilega verið að reyna svona að halda báðum góðum innan samfélkingarana núna, báðum hópunum og það endar auðvitað yfirleitt með því að báðir hópanir ærast. Já, já, en þá getur rétt ímyndaði hvernig þetta verður eftir kosningar. Hvað sem hann kemur fram í kosningastefnunni, þegar að kosningum er lokið, þá mun gamla samfylkingin bara tromma upp aftur og taka fyrir allar úrbætur í þessum málaflokki. En ég var bara svo hissa að hún, Kristrúnu skildi ganga svona langt í andstöðunni núna. Uh, maður velti fyrir sig hvort að einhvað hafi gengið á þarna inn í flokki Sko, sem var til þess að hún gerði það. ég heyrði ekki alveg alla ræðuna hjá Kristrúnu en það var allavega, hún fór mjög fast í sko allt er snýra fjölskyldusameiningunum Já, já. og eflaust einhver fleiri atriði sko, þannig að þetta er En sko, fjölskyldusameiningarnar eru eina atrið sem skiptir einhverju í máli núverandi frumvarpi, já, af já, því sem akkurat. eftir er af frumvarpinu. Já, já, Því eins og sækir standa, þá er þetta náttúrulega opnasta fyrirkomulag á Norðurlöndum og jafnvel í Evrópu með fjölskyldusameiningar Mm. að leið og einhverju komin inn, þá, já, var ekki eitthvað dæmi mann sem að vildi fá 21 jú, jú, ættingja sinn og ótt að fá það held ég. Og, hann átti og allt svo í eru einu þessir mættir og þá vilja þeir hver um sig fá 20 í viðbót. Þannig að
þetta endar hvergi ef þetta verður svona áfram. Og þess vegna var ég hissa á að sjá þessa andstöðu við það sem er nú eiginlega bara sjálfgefið mál og það er ekki einu sinni eins og þetta séu harkalegar aðgerðir að það sé við að taka á þessu af einhverju alvöru. Það verður svona eins og er víða á Norðurlöndum að leggja til einhver tíma, 2 ár eða hvað það var, Já, já, já. þannig til Og, menn geta farið fram á þessar. en til dæmis, ef við horfum til Danmörku, sko, þá eru til viðbótar við tímaramman, sko, kröfur bara, að fólk geti séð fyrir sér, hafi húsnæði, sé búin að læra tungumálið upp að ákveðnu marki að minnsta kosti og fleira slíkt, sko, þannig að við erum ennþá, sko, með sko, svona minni kröfur heldur en víða í nágrannalöndunum, þrátt Já, fyrir já. þessa breytingu. Og Danirnir gera nefnilega kröfu aðlögun. Mm. Hér er það orðið einhvers konar bannorð. Það var að tala um inngildingu sem þýðir víst að samfélagið lægi sig að þeim sem að koma en ekki öfugt. Mm. En Danirnir eru óhrættir við það að krefjast aðlögunar þeirra sem að vilja setjast að í landinu. Og af hverju getum við 326.000 manna þjóða hvað við erum hérna Íslendingar á Íslandi ekki gert það? Já, já, það er feimnismál mikið sem að en sko fyrsti tíminn er bestur að vakna upp svona hætta að fljóta sofanda feigðarós í þessum efnum. Já, já, og sénsarnir eru bara að klárast mjög ört. Mm. Ef þetta breytist ekki í grundvallaratriðum eftir næstu kosningar, þá er bara hægt á því að þetta sé farið, sko, Já, já, samfélagið. já, já. En sko Þetta kann að hljóma, eða hefði hljómað hugsanlega einhvern tímann svolítið öfgafullt, en það er það bara ekki, af því það blasir við okkur að við erum algjörlega að missa tökin á þessu. Og þá verður ekkit aftur snúið, þá heldur þetta bara áfram keðjuverkunin. já, já, akkurat. Það er nú málið. En sko sko Píratarnir, það kom með þetta aldrei óvart, sko hvað þeir voru rólegir í umræðinu í dag. Ætli þeir séu búin að kasta inn handklæðinu gagnvart þessum málum eða ætli þeir svona taka einhver aðra nálgun. Þeir voru með bara frávísun á málið í heild sinni og hún verður auðvitað felld, sko. Auðvitað, Já, eins og eflaust allar breytingatillögurnar nema breytingatillögur meirihlutarins. En svona maður einhvern veginn, það hefði ekki komið mér á óvart svona fyrirfram að þeir ætlu svona aðeins að láta finna fyrir sér. nei, mitt, en það er ekki að sjá og kannski langar þá bara í sumafrí. Svo Sigmar fór inn í umræðuna fyrir Viðreisn og Sigmar er nú svolítið pírati í þessum málaflokki, er það ekki? Jó, hann er svona en hann er fastur fyrir og fylginn sér, sko. Við rættum nú aðeins saman í andsvörum og erum auðvitað ekki alveg sammála í þessum efnum en það er svona það komur óvart hvað umræðan, það er að segja hjá þeim sem hafa efasemdir málið að einhverju marki, hvað hún var einhvern veginn svona hófleg í dag, sem að kannski segir sko sjálfstæðismönnunum að þeir hefðu ekki átt að vera svona litlir í sér gagnvart málinu alla þennan tíma. Já, já, og þeim mun meira hissa var ég á Samfylkingunni að fara sko, eiginlega fannst mér ræða Kristrúnar vera til þess að ætla að taka fórustu í andstöðu við meginatriði frumvarpsins. Já, þetta var af ræðanum sem ég heyrði þá var þetta harðasta andstaðan, sko, sem kom fram hjá henni. Því þetta er svona lykilatriði í frumvarpinu. Já, akkurat. En það verður væntanlega greitt atkvæði um þetta á morgun og þá er þetta náttúrulega bara á færibandinu í stufnum þarna eftir forsetakosningarnar þessum 2 vikum, þá klárast þetta og það er auðvitað bara fínt og ég lýsti hérna yfir þarna í framsöguræðinu minni upp af umræðunar að við styttum þetta mál en hefðum auðvitað vilja sjá það sett fram eins og það var í samráðsgáttinni, það sem var meira bit í því. Einmitt. En síðan ég skil það þannig að sko, dómsmálaráðherra ætli sér að leggja fram nýtt mál í haust og því til viðbótar séu lokuðu búsetuúrræðin. Þetta sé 2 mál sem tengjast útlendingaregluverkinu sem Ég er margbúinn að spyrja um þetta. Ég hef ekki heyrt 2 mál, ég hef bara heyrt hitt málið sem var boðað fyrir langa löngu sem eru
þessu búsetu úrræði svokölluðu. Er það málið sem að ráðherrann ætlar að leggja fram í haust? Já, ef þú veist um einhver annað þá máttu gjarnan láta mig vita af því, en ég er búin að ganga á eftir þessu og, Já, og það er ekki að sjá neitt nýtt þrátt fyrir að þessi ríkisstjórn hafi að sögn verið mynduð útlendingamálin sem eitt af þeirra megin áherslumálum, auk orkumáluna og ríkisfjármáluna, já, já, og verður náttúrulega ekkert að gerist inn eina þessu. nei, ekki nema að menn eyða meiri pening, verður bara hérna, Já, já, verða hérna einhvern veginn brotaviljin verður einbeittari eftir því sem að hérna, vikurnar líða hjá frá því þessi undarlega ríkisstjórn var skrúuð saman enn einu sinni. já, já. En þetta er hérna, þetta verður áhört að sjá hvernig fjölmiðla, nei ekki fjölmiðla, hérna útlendingamálin svona þróast því að svo gæti ábyggilega skipt máli hvernig forsetakosningarnar fara, gagnvart í hvernig Vinstri grænir verða stemdir þegar þingi kemur saman hann í 2 vikur aftur eftir forsetakosningar. Þannig að, Já. en ég held að sko út því að þeir ná að klára aðra umræðana núna, þá er stjórninu þetta bara búin ef að máli klárast ekki þarna á þessum 2 vikum. Já, maður skildi alltaf það. Já, já, já. Heyrðu, en svo er hérna, það er búin að vera mikil umræði í vikunni hérna mál sem að við höfum nú stigið dálítið inn í. Það er þess að tilraunin til þess að kynhlutleysa íslenskuna. Já, Þetta er einhvern veginn miklu svona, fólk hefur miklu meiri skoðanir á þessu heldur en kannski augljóst var áður en svona var rifið upp á yfirborðið. já, Þetta, og það er nú bara hughristandi að sjá það, eins og þessi könnun sem var gerð þarna á Bylgjunni, já, þó að það sé, eins og bentir á, ekki vísindaleg könnun, að þá voru þetta hvað 86-7% já, já, sem voru bara á móti þessu. og obbin af þeim sko 75% eitthvað svoleiðis bara mjög andvígir. Sem er 76,4 já, mjög andvíg, og það voru ekki nema 6% sem voru hlindir þessu að einhverju leyti. mm, Þannig að já, það er hugsaðst að sjá það, en þetta lið sem að viðheldur þessu og er að ýta undir þetta, það er náttúrulega upplifir sig sem einhvers konar sko, elítu sem að geti bara farið sínu fram og svo hljóti pöpullin að elta á endanum. já, já, já. En þetta er búið að, sko, er ekki sanngjarnt að segja, sko, að þessi sprenging í þessar umræðu hafi í rauninni orðið, sko, eftir að Vala Hafstað, leiðsögumaður og skáld, hérna skrifaði grein á vísi.is í síðustu viku, held ég að það hafi verið, Já, og hérna, og fór síðan í alveg frábært viðtal á Bylgjunni í framhaldinu. Síðan tökum við þetta upp í þinginu og þú með greinina í Morgunblaðinu, fimmtudagsblaðinu fyrir í dag. Þetta er hérna, og síðan þessi könnun á Bylgjunni. Og ég held að sko, ég fór í það sem þú varst í viðtali, já. já, akkurat, og hérna alveg rétt, og síðan þessi sko, hérna, þessi fyrirspurn sem ég fór við Lilju Dögg allavega ekki verið á mánudaginn, að hérna, sko, mér finnst Lilja svona valla geta annað en stíð inn í málið svona í kjölfar þessara viðbragða sem þetta vekur allt saman. Þetta er ótækt að í þessu tilviki Ríkisútvarpið sem að sko hefur bara það beinlinni sko skrifað inn í sko lögin sem grundvalla starf stofnunarinnar að hún skuli verja íslenskuna og fleira slíkt. Já, en heldur hún gera það? Heldur hún stíðin í þetta? Já, ef ekki Ef hún óttast að styggja Ríkisútvarpið? það kannski er það hérna of mikið, en það eru þetta alveg sko, þetta er sko, þá þurfum við eiginlega bara að gera eitthvað í þessu eða ekki. Jú, jú, Þetta eru þá þetta þurfum við að gera eitthvað í fráleitt, þessu. þá þurfum sko að þetta sé sko Ríkisútvarpið og sjást til dæmis skýrslur frá stofnunum, opinberum stofnunum og þess að það sé verið að afbaka íslenskuna í hérna texta frá opinberum fyrirtækjum og stofnunum. Það eru þetta alveg óþolandi. Já, já, og svo er þetta náttúrulega Ríkisútvarpið eins og við höfum nefnt, og þetta er líka auglýsingastofurnar og svona. Já, já. Maður sér að
að það er skrifa svona texta fyrir kunnuna og auglýsa í útvarpi og sjónvarpi. Þannig að 6% þau fara sínu fram ef ekki er brugðist við. Já, já, Og við höfum þetta einbrað á þessu í gegnum tíðina hér í þættunum og víðar. En ég held að sé rétt hjá þér að þessi grein Völu Hafstað og einskrif Snorra Mássonar og fleiri að undanförnu, já, hann hefur verið þau, mjög öflugur. já, þau hafa svona sett umræðina almennilega í gang. Uh, og þetta er eitthvað sem skiptir bara mjög verulegu máli. Ég sá reyndar að starfsmaður Ríkisútvarpsins skrifaði grein og var svona hálf misboðið yfir gagnrýni. Ríkisútvarpið er nú almennt ekki hrifað af gagnrýni, sko, eins og maður Nei, þekkja. nei, nei, En þar var talað um að það, það væri bara fínt að menn töluðu einhvern veginn alls konar. já, 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 Og þetta er enn eitt dæmið um þessa yfirborðsmennsku í umræðinu og umbúðunar, að það sé bara svo jákvætt að vera alls konar. mm, En í þessu tilviki, að minnsta kosti, þá er það aldeilis ekki jákvætt í samfélagi þar sem að stjórnmálamenn þykjast nú margir hafa miklar ágjur á skautun mhm, og að verið sé að skipta þjóðun upp í fylkingar. Þegar að er beinlínis verið að hvetja til þess að fólk sýni einhverjum órökréttum réttrúnaði hollustu með því að tala viljandi rangt mál. Þá er verið að skipta fólki í hópa eftir í hvernig það talar. Þannig að það sé hægt að þekkja úr bara á máli fólks, þá sem eru hlýðnir, þá sem að elta réttrúnaðinn og verða þá ekki til vandræða og svo hina sem að þá eru vantanlega vandræðamennirnir. já, 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 Og þetta er ekki gott fyrir lítið þjóðfélag sem að hefur nú verið samheldið fram að þessu og það er nefnilega svo merkilegt með íslensku hvað hún er töluð eiginlega, ég er nánast alveg eins á öllu landinu. já, já, það er hverfandi munur, þessar Já, já, það er mállýskur ekki, hérna eru mjög veikar. já, það er ekki teljandi munur eftir landsvæðum, héruðum og það er ekki munur eftir stéttum sem er gjör ólíkt því sem að þekkist víða erlendist, það sem að hægt er bara að meta af máli fólks hvaða stétta tilherir, hvaðan það kemur og svo framvegis. Já, já, Hér hefur tungumálið verið sameiningarafl af því við tölum öll sama tungumálið og verður að vera það. og verður að vera það. Og þess vegna er algjörlega fráleitt að stilla því þannig upp að það sé bara fínt að allir tala eins og þeir vilja og svona. Þetta var grein eftir hana Birtu Björnsdóttur sem Birta er hérna yfirmaður erlendra frétta á fréttastofu RÚV. Já, já. Og ég er búin að finna hana hérna birtist á Þannig að Vísi. við förum illa út úr erlendu fréttunum eftir að skammast yfir þessu. Hún hérna fyrir ekki orðið okkur þetta en við verðum að geta nefnt þetta bara því að í þessu til gefur maður alveg bara ósamála þessari afstöðu hjá henni en hún skrifa hérna í greininni sinni: Við sem skrifum og segjum fréttir hjá RÚV berum ábyrgð á því að tala og skrifa góða íslensku. Það er ábyrgð sem við eigum að standa undir og taka alvarlega. En hvernig íslensku? Spurningamerki. Eingöngu íslensku sem samræmis hóps? Spurningamerki. Ekki að mínu mati. Við eigum að tala og skrifa íslensku sem endurspeglar litróf fólksins sem býr í landinu. Og tilvitnun líkur. Sko, Þetta er frasarnir algjörlega, og umbúðirnar, þetta er algjörlega vonlaus afstaða. já, algjörlega. Og ég hef verið að blanda útlendingum inn í þetta sem að tala íslensku með erlendum breym. Þá er það ekkert vandamál. Ég held að nánast allir Íslendingar beri virðingu fyrir því og kunum bara mjög að meta þegar útlendingar leggja á sig að læra tungumálið Já, já, og séu bara mjög hrifnir af því þegar að það tekst vel og ætlist ekki til þess að menn tali íslensku með norðurlenskum hreim. En að fara að
já, innleiða þennan losara brag, sérstaklega þegar að þetta er gert í pólitískum tilgangi og eins og ég listi til þess beinlínis að skipta þjóðinni upp í hópa eftir því hvernig menn tala, hvort menn eru í góða eða vondaliðinu, hvort menn eru réttrúnaðar liðar og hliðnir eða, eða eiga að vera litnir horfnara. Þetta er bara svo galið, sko. Já, já. Og til slíkar eru óþurftar að það er frálegt að þetta skuli fá að viðgangast. En svo náttúrulega byggist þetta ekki á neinum rökum eða viti eða staðrendum. Það er eins og fólkið haldi, og það er nú kannski bara afleiðing af þessu umbúðamennsku allri, það sem að raunveruleika rofið er orðið algjört. En það er eins og fólk haldi að sko, kyn orða hafi einhvað með líffræðilegt kyn að gera Mm. og það sé verið að líta fram hjá ákveðnum hópum ef að menn nota bara eðlilega málfræði. Þetta er bara bull, þetta er vitleysa. Og af því að það hafa verið nefndir hópar eins og hvað er það kallað kynsegin og allt þetta. Mm. Eh, Okkar tungumál, þar sem að orðin hafa kyn óháð líffræðilegu kyni þeirra sem er rætt. Það hentar mitt mjög vel til að hafa alla með. Því að þá ertu bara að vísa í kyn orðsins á meðan að menna í talsverðum vandræðum með þetta til dæmis í enskunni, sérstaklega núna ef að fara að fjölga kynjunum og svona. Þar þurfa þær ofta að segja he or she og vantanlega núna he or she or they or them or it í hverri setningu þegar það er ekki verið að tala um einhvern tiltekinn aðila heldur bara að tala almennt og þetta er svolítið svona bagalegt og galli við það að tengja kynið ekki við orðin eins og við gerum og Þjóðverjar og Frakkar og Ítalir og Spánverjar og aðrir. Þó að málfræðin sé kannski þá aðeins auðveldari fyrir vikið, það var ekkert gaman að læra kynin í þýskunni í gamla daga og ég er nú búin að gleyma þessu við flestu en það hefur þann kost sko, að gera tungumálið skilvirkara þegar maður er búin að læra það. Já, já, akkurat. En þetta ég hef að trúa á þetta mál sé svona komið svona þannig inn í umræðina að þetta verði ekki þakkað niður svo auðveldlega. Ég held að svona þessi skýra afstaða og andstaða við þessa nálgun, hún muni hafa áhrif. Og þetta er bara aftur að greinin hennar Birtu, nei, Birnu sig, að Birtu Björnsdóttur segja sko en hvernig íslensku bara, heyrðu, bara íslensku Já, eins og hún er það er ekkert það flóknara er en bara það. samkvæmt þeim málreglum sem eru í gildi, það er íslenskan. En Já, það er eitt sem hefur komið út úr þessu. Ég sit hérna með klaka frá þeim hjá framleitum í Kalda á Árskógsströnd. í kjördæminu maður. Kjördæminu þínu, ég setti kristall frá Ölgerðin í straff. Ég hafði verið stórkaupandi af þeirri vöru, en þetta kallar nú ekki á neina afkomu viðvörun frá Ölgerðinni. Ég kaupi aðrar vörur af miklu móð frá þeim, en kristallinn fór í straff eftir að þau fóru að lesa inn á auglýsingarnar. Það sést hver drekka Egils kristall. Ja, það sést hver drekka Allt kristall. einhver sýndarmennska. Allt einhver sýndarmennska. Engin rök á bak við þetta. En, Eins og svo margt í pólitísku umræðinu núna og ég er alltaf að tuða yfir þessar umbúðamennsku að þegar að verður viðskilnaður við raunveruleikann, þegar þetta fyrir alltaf snúast einhverja ímynd og stimpla og svona þá bara ágerist ruglið og það er nú einmitt eins og ég gat nú aðeins þannig greini sem að birtist í Morgunblaðinu í morgun, fimmtudag, að það er nú einmitt það sem að Orwell áttaði sig á og skrifaði svo ágætlega í sínum bókum að það að rugla tungumálið var einmitt stór þáttur í að gera fólki kleift að segja skilið við raunveruleikann og geta haft skoðanir sem að gengu ekkit upp svona rökrétt ef menn fór að
velta vöngum og, og rökræða eða, eða beita heilbrigðri skynsemi. Þar því að tungumálið hafa búið að brengla það þannig að, þannig að menn gátu fyrir vikið viðhaft og haft algjörlega órökréttar og þversagnarkendar skoðanir. Mm, akkúrat. Við höfum eftir að ræða þetta meira á næstunni er ég vissum. Þetta er ekki búið og hérna, en sko, ráðherrann Lilja Dögg, hún hefur ekkert langan tíma til þess að bregðast við eða leggja einhverja línu í þessum efnum. Þannig að, Nei, sko, mér heyrist á þér að þú berir ennþá þá von í brjósti að hún gerir eitthvað í þessu. ég er sanngjarn Heldurðu maður. það? Já. Nei, það er ólíklegt. Það er Þú heldur nú við efnið. Já, við gerum það. Annars tökum við boltan sjálfur. Já. Við verðum aðeins að hérna, nú er hérna á morgun er síðasti hérna þingfundur fyrir forsetakosningahléið og þá eru svona 2 vikna hlé á þingfundum. Í fyrri vikunni verður hérna verða nefndafundir en í seinni vikunni verður sem sagt verða hvorki nefndir né þing að störfum eða sem sagt nefndir né þingfundir. Já. En ég var svona að renna augunum yfir sko hver staðan á málum er í þinginu, sem sagt stjórnarmálunum. Og þetta er alveg svakalegur stabbi flókinna mála sem að bíður þeirra þessar 2 vikur. Þetta losna við útlendingamálið svona sem var nú kannski heitasta karteflan en það breytir því ekki að þetta eru gríðarlega hérna, mörg stór mál sem þau ætla einhvern veginn að keyra í gegn á 2 vikum og ég held að það sé bara hérna tómt málum að tala að annars vegar þetta takist og hins vegar eitthvað vits í þessu því að þetta eru bara, ég með þetta hérna, sko, þetta eru fjármálaáætlunin, það eru lögreglulögin, það eru lagareldið, samgönguáætlun, það eru orkumálin, það eru hérna sóttvarnarlögin, öryrkjafrumvarpið, hvalveiðarnar, skólamáltíðarnar, salan á Íslandsbanka, býtum við, það er eitthvað fleira hérna. Býtu eftir að segja mér að þau ætla að klára þetta alls saman. Ég var bara eiginlega farin að gefa mér að þau væru búin að gefast upp á meira og minna öllu þessu af því að það hefur ekkert komið af stórum málunum. Nei, ég hefði múin að finna hérna punktana. ÍL-sjóður, Vindorkan, Óperan, listamannalaunin og húsaleigulög. Þetta er engin smá þingmálastabbi og ef að ætlunin er að klára þetta megin hluta til, þá eru þau bara að treysta á að bara það verði engin umræða neitt að þessu. Ég held að þetta verði einhver furðu uppákoma þingið eftir forsetakosningarnar. Já, rifjaðu nú upp fyrir mér. Hvað er mikið eftir af þinginu fyrir forsetahléið? Það er bara morgundagurinn. Já, og dagskráin er komin hérna, og þannig að það er morgundagurinn og það er ekkert þar nema í rauninni að klára sko útlendingamálið. Og síðan eru bara svona einhver svona smærri mál. Þannig að þetta... Og svo er þetta bara fáeinir dagar þarna í júní. Já, svo er þetta held ég 8 þingfundadagar. Það er eldhúsdagurinn tekur 1. Ég held að sé 8 þingfundadagar. Já. Og þetta eru svona, það er engin stórmál á morgun í umræðinni, þannig að þetta verður allt, þessi verður allu, þá tróðast öllina þessu 8 daga. Þetta verður eitthvað skrautlegt. Og svo er náttúrulega alveg kostulegt að það sé ennþá verið að setja inn sko fyrstu umræðu mál núna. Evrópska efnahagssvæðið. Hvað er það? Nú hef ég áhyggjur. Uppbyggingarsjóður EES 2021-2028. Ég hef ekki séð þetta en... Það er það ekki bara eitthvað uppfærsla stöðuskýrsla? Heyrðu, það er verið að mæla fyrir sko ferðamálastefnu og aðgerðaáætlun til ársins 2030 á morgun. Hvaða rugl er þetta? Bara hafa þau ekki séð listan sem ég var að lesa upp hérna rétt á þann. En er þetta ekki bara framhald á því sem við höfum séð? Nú langar bara allar á þeirra að flagga sínu. Jú, til að geta sagt, ef þetta springur í loft upp þá getur það sagt, ég var nú komið með þetta í þinglega meðferð. Akkurat. Það átti bara lokal hnykkurinn eftir. Já.
Þetta er alveg Einmitt. furðulegt sko, en ég held með þessa sko, það er eiginlega alveg fráleitt að við séum komin á þennan stað að það sé bara að bresta á með þessu forsetakosningar eftir morgundaginn og það sé svona, það sé engin svona lína lögð nú þegar varðandi það hvað sé raunverulega ætlun að klára og hvað ekki, þannig að á meðan endar það náttúrulega bara Nei. allt í hershöndum svona. En þetta er, svo er nú eitt þarna því ég nefndi lagareldismálið. Það er alveg stór undarleg staða í því, sko, matvælaráðherrann mælir fyrir þessu og síðan, sko, fer málið til nefndar og nokkrum dögum síðar heldur ráðherrann fund þar sem hún reynir að kynna hvað stendur í frumvarpinu fyrir hagaðilum. Þetta, ég Já. man ekki eftir neinu svona dæmi. Þetta er allt hið undarlegasta mál. Ráðherra í raun búin að sleppa tökum af frumvarpinu sko og Já. nei, E sleppa höndum að því sko þannig að þetta var mjög skrítið og ráðherran sko matvælaráðherran Bjarkey Olsen segist vera búin að senda sko nefndinni tillögur að breytingum á frumvarpinu sem að sko ráðherran er nýbúin að mæla fyrir. já. Þetta er alveg furðulegt verklag. Og það eru semst engar viðræður byrjaðar við ykkur þingflokksformenn forgangsröðun mála Nei, svoleiðis. nei, nei, ekki neitt sko, ekki neitt. Þannig að ég held að það sé nú bara að því að sko stjórnarflokkarnir þrír eru svo ósammála Já, forgangsröðun já, að þeir eiga engan séns á að koma sér saman þetta innbyrðis sko. Og á meðan eru þetta ekki neitt að tala við okkur. einmitt, En síðan einmitt. heyrðu eitt sem ég nefndi ekki þarna áðan í upptalningunni, mannréttindastofnun. Það, ólukkans mál, ég held að það sé planið að klára það. Sko, breytti það engu þótt Bjarni Benediktsson tæki við forsætisráðuneytinu af Katrínu Jakobsdóttur? Er Það, þetta bara business as usual? Já, talandi um það, Bjarni hefur nú verið svona býstna mikið í hvarfi síðan Katrín Já, já, fór í framboð, er þetta ekki, ætla hann sé ekki búin að koma í 3 fyrirspurnatíma eitthvað svoleiðis síðan hann tók við. já. Það Hann kannski bara hendir hattursnámskeiðanum inn aftur. lengi skal mannin reyna. Þetta er en Heyrðu, talandi um þetta allt saman. Hann ætlar að halda áfram með stjórnarskrárbreytingarnar hennar Katrínar. ha, Vissirðu það? nei, Já, það já. trúið því Ég ekki. hugsaði þó, þegar hún hætti sem forsætisráðherra og segi, já, þá allavega losna maður við þessa stjórnarskrárfundi. Nei, nei. Formaður Sjálfstæðisflokksins ætla bara að halda þessu áfram. Þetta er þetta er alltaf einhvern veginn af einhverju svona sjálfvirku færibandi. Já, já, það virðist vera málið. Heyrðu, en svo varð mikið bakslag í bakslagsumræðin í vikunni. Já, bakstöðin er við það. Bakslögin eru víða sko, bárust fréttir að því Ísland væri hástökkvarinn á regnbogakortinu og Já, þetta er bara sem sagt, regnbogakortið, ef ég skil það rétt, mælir svona stöðu þjóða, hvað var það réttindi hinsegin fólks. já en sko reyndar út frá sko, viðmiðum ákveðina svona aktivistasamtaka. Já, það er svoleiðis, já. Já, þetta er ekki bara hvort mann Þetta, njóti jafnræðis. þetta er ekki eins og OECD-mæling einhver svona hlutlæg. Þetta er svona hvað komast menn nálægt því að fylgja þeirri stefnu sem að við í þessum samtökum Já, 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 einmitt. boðum. En þetta í öllu falli var er Ísland hástökkvarinn og mér finnst það svona Ég þetta er ekki kemur í alveg beinu framhaldi af öllum þessum bakslögum. já, þannig að mér finnst einhvern veginn það vantar einhver fjölmiðl að reyna að setja þetta í samhengi sko. Voru bakslögin kannski ekki alveg eins mikil og menn vildu láta í veðri vaka. Þetta já, þetta í öllu falli, þessar fréttir bera það ekki með sér að bakslögin séu alvarleg. Nei, nei, við höfum svo sem rætt þetta hérna áður. Mhm. Menn kynna til sögunar einhverjar nýjar kröfur og ef að einhver sko, spyr spurninga um þær kröfur, þá er það tólkað sem bakslag. Mm. Uh, og það sama má segja það sem við erum að tala um með tungumálið. Hún sem kom inn fyrir
Katrínu, þegar Katrín Jakobsdóttir Mhm. fór út á þingi. Eva Davíðsdóttir Já, akkurat. sittur við hliðina á mér, mjög viðkonuleg, en hún fór í hreint undarlega ræðu núna í vikunni held ég að það verið. Fór að tala um bakslag, einu sinni sem oftar. Það er engin maður með mönnum í vinstri heimum nema að geta bent á bakslag. Mm. En sko bakslagið að hennar mati var að menn væru farin að gagnrýna þessa brenglun tungumálsins sem við tölum um Mm. hérna í byrjun. Hún kom í Já, framhald af greinin hennar skáldkonu, hvað heitir hún aftur? hún Vala Hafstad. Já, Vala Hafstad. Þannig að það var alltaf hennar bakslag, sko, að einhver skildi voga sér að gagnrýna einhverjar dellu hugmyndir sem að 6% landsmanna taka undir og Já, 94% þeir skildu lefa sér að segja einhvern. Það er bakslag. það eru víða bakslögin. Þetta var áhugavert svona í ljósi umræðunar í þessum efnum, sko. Já, En síðan, við fyrir nú svona að kalla þetta gott í kvöld, já, já, að það verði atkvæðagreiðslu um útlendingamálin á morgun, svo verður nefndavika í næstu viku og svo verður þingið alveg úr leik þarna vikuna fyrir forsetakosningarnar. En erum við ekki bara að fara að undirbúa frumvörp og þingmál og hitta fólk og já, heyri já, fólki og það verður að nóg að taka gagnvart þessum 2 vikum þegar þingið kemur saman aftur. já, já, heldur betur. En þú vilt ekki tala um Eurovision? Er allir búin að fá leið á því eða eitthvað? Er það ekki? Já, Ég, líklega. ég ætla að vítóa það. Já, Að, já, þetta er ég skynja það. Ég skynja minn vitjuna tíma hvað það var þetta. Þetta verður sérþáttur hjá þér sem að gleymist að íta á upptöku. Þú voru búin að tala í 4 tíma um Dönu Já, International og alla á undan og eftir og svo gleymist að taka upp. Heyrðu, en ef ekki að segja þetta gott í kvöld. Hvað segirðu? ég vil samt á munir þetta Mm, í næsta þætti ef ég sleppi þér núna mm. með hvað, hálftíma þátt. Já, Svoleiðis. við erum búin að svona yfirskjóta teipið svo oft undanfarið að Já, en ég vil fá að nýta þá annað teip í næsta þætti. Viltu sem sagt meina að við séum að setja um einhvern kvótakerfi sem byrjar að telja í þessum þætti? Þannig að þú fór uppsafnaðar mínútur yfirfæranlegar á næsta Já, þátt, en já. allar skuldirnar frá fyrir þáttum, það er núllist út. Það voru engar skuldir. Þú ert alltaf að stoppa mig af eftir svona 3 korter, klukkutíma í mestalagi. Ég sjá nú hvernig það hefur gengið Þegar hjá mér á hlustendur staffeldið. okkar vilja fá sína 3 tíma. Það er rétt. En fyrir hlustundu þá er þetta svona dálítið eins og að vera í stöðugu teygjustökki að reyna halda þáttunum svona innan skynsamlegra marka í lengd og það tekst næstum því aldrei að vera innan marka. Já, En, það er margt sem ég þarf að ræða. en Margt sem ég þarf að ræða í næsta þætti. nákvæmlega. En kæru áhörundur, takk fyrir að hlusta. Við heyrumst aftur í næstu viku og þá erum við með stútfullan þátt af sjónvarpslausum 50 sem að með grunar að verði nú með eitthvað innslag varandi forsetakosningarnar, eitthvað varandi það sem er að gerast bara í þjóðmálunum almennt og síðan auðvitað Já. það sem að fer svona gæjast upp úr umslögunum niður í þingi varandi hvað býður okkar eftir kosningar. Vissulega, þetta verður spennandi. Takk í dag, heyrumst á vikuliðinni. Bless, Takk, bless. bless.